Já, komið sæl á ný. Það komið til okkar núna 3 þingflokksformenn. Það Guðmundur Ari Sigurjónsson Samfylkingu, Ingibjörg Isaksen Framsóknarflokki, Ólafur Adolfsson Sjálfstæðisflokki. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Takk hérlega. Það var smá umræðin það hérna áðan. Ég vil benda á að þetta restin af fjórflokknum sem á þingi. VG dottið út. Já. Þannig að það eru 6 flokkar á þingi og þetta restin af fjórflokknum. Nú, en Framsókn? Hún Framsókn hér. Ég tek vaktina, já, við erum ekki legs. Þetta fjórflokkurinn. Já. Þetta fjórflokkurinn. En hérna, það var smá umræðum áðan hvort þetta hafi verið málþóf núna á síðustu dögum. Kílómetragjaldið. Kílómetragjaldinu? Nei, ég held að það nú bara svona fólk vil tjá sig það og bandormurinn. Nei, það nú kannski eðlilegt svona í desembermánuði þá verið að fjalla stór fjárlagatengt mál að fólk vilji tjá sig í þeim en það hefur bara verið góðu gangur á þinginu í desember í rauninni líkt og í allt haust sko. Ég myndi segja þessi þingvetur hafi farið bara vel af stað og vel gengið bæði að koma málum til ríkisstjórnarinnar, til ríkisstjórnarinnar, frá ríkisstjórnarnar til þingsins. Ég meina 60% mála hefur þegar komið fram á réttum tíma. Það gengið vel í nefndum, gott samstarf í nefndum. Þetta fólk skipst á skoðunum, var ekki endilega sammála niðurstöðurnar en málin hafa fengið framgang. Og hvaða mál hafið afgreitt á haustingi? Það náttúrulega mörg mál sem við hefum afgreitt á ég að fara að telja upp öll málin, bara hvað við vala. Kannski það sem hafa verið svona mest á umræðinum hefur allt verið frá löggildingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Svo hafa verið mikið af þessum fjárlega tengdum málum. Við hefum lagt fram 2 svona bráðaaðgerðismál varðandi húsnæðismálin sem nú annars vegar að svona fækka þessum langtíma leigu íbúðum sem eru hugsuð sem heimili fólks. Það líka búið að leggja fram uppfærslu á hlutdeildarlánunum að útvíkka það svo að fleiri geti nýtt sér þann kost og eitthvað af þessum íbúðum sem standa á markaði geti farið inn í hlutdeildarkerfið í raun að reyna að fjölga heimilum fólks. Þannig það mikið af góðum málum, en svo það þannig á haustin að auðvitað eru fjárlögin og svona bandorm að því tengdu sem að taka kannski mest pláss og mesta vinnu. Þannig að það, eins og ég segi, það margt gott komið fram í þeim. Já, Ingibjörg, margt gott segir hann. Já, þetta alveg rétt sem hann segir, þetta hefur verið bara svona, ágætis gangur í þinginu núna á haustmánuðum. Við höfum nú samt sem áður verið svolítið að kalla eftir því að fá málin í þingið. Dagskráin á þingfundum hefur verið svona, frekar þunn, ef ég má orða það þannig. Það hefur svolítið skort mál og mikið verið kallað eftir þingmannamálum og að við séum að leggja þau í púkki til þess að fylla upp í dagskrána. Í nóvember þá vantaði nú alveg töluvert af málum sem að þau ætluðu að vera búin að leggja fram samkvæmt starfsáætlun en þau svona skilur sér smátt og einhver eftir settan tímafrest til þess að ná að klára en við höfum verið í rauninni að reyna að liðka fyrir. Það eru mikilvæg mál þarna sem að gott að komast fram eins og hlutdeildarláni sem hann nefnir hér vissulega sem mjög jákvætt mál en hins vegar það ekki að fá nægilega góða þinglega meðferð, fór ekki samráðsgátt eins og vaninn og svo það ekki að fá nægilegan tíma heldur gagnvart umsögnum og það rauninni það sem við erum svolítið að benda á að ríkisstjórnin forgangsraði málunum sínum og þau mál sem þau ætla að klára fyrir vissan tíma þau komið þá fyrr inn í þingið til þess að það skapist ekki ykkur pressa og nú einmitt verið að tala það hvort það hafi verið málþóf og Guðmundur Ari svaraði því nú bara ágætlega hér að þegar fólk að taka 1 og 2 ræður í svona stórum skattamálum, það sem verið að leggja töluvera skatta á venjulegt fólk, að þá eðlilegt að þingmenn vilji tjá sig í þeim og ég held að sé var mikilvægt að við pössum okkur á þessu að vera ekki alltaf að kalla úlfur því að okkar hlutverk í stjórnarandstöðu líka að sýna ríkisstjórninni aðhald og tala fyrir okkar kjósendur því að þó við séum ekki með meirihluta þá erum við með ansi hátt hlutfall samt á þingi stjórnarandstaðan og við erum að tala fyrir okkar kjósendur og það alveg eðlilegt eins og Guðmundur Ari segir hérna að við séum að tala mikið í fjárlagatengdum málum. Það eru fjárlögin og það eru bandormarnir báðir og við þingflokksformenn í stjórnarandstöðu vorum búin að flagga því við þingflokksformenn stjórnarinnar og forseta þingsins að þetta væru mál sem að mætti reikna með að yrðu rædd töluvert. Þannig að þessi tímapressa núna að klára fjárlögin og klára þingi og settum tíma rauninni ekki hægt að sakast við okkur því að við erum til dæmis að taka fjárlögin inn núna rúm 2 vikum seinna heldur en áætlað var. Þannig að það svona eitt og annað en það hefur verið ágætisgangur í þessu og bara ágætisvinna í nefndum líka en ég held að allir séu að læra að reyna að gera betur. Ólafur.
Já, það nú kannski orðið fátt eftir fyrir mig að fjalla mér þegar þú telja þetta allt upp, en ég ætla að vera sammála í rauninni þeim báðum. Við vorum kvíðin þegar mættum í haust, hvernig myndi ganga, og ég held að það hafi verið skynsamlegt hjá ríkisstjórninni að forgangsraða aðeins málum og draga úr væntingum varðandi þau mál sem næða að fara í gegn. Ég held eins og að sakna aðeins að fá samt ekki meira af þeim frumvarpum sem að búa að ræða á síðasta þingi og hefði svo sem alveg verið rými til viðbótar með, og vil þar vísa meðlans til orða Ingibergar með að sumir dagar voru dálítið þunnir og þetta hefði verið kostur að fá mál fyrirfram, sérstaklega sem við sitjum kannski núna á akkurat í augnablikinu, og við upplifum það allavega í Sjálfstæðisflokknum að það væri mögulega ekki samkomulag þau mál og það væri ástæðan. Og þá sem bara eftir að koma í ljós á þetta hvort að það reynist vera rétt eða ekki. En skattastjórn, þau stjórnarandstæðingar sem eru ekki skatta, ekki rétt? Hvað rétt að við sem auka skatta? Það er kannski... Það ekki verið að hækka skatta á almenninga, það? Nei, ég var náttúrulega að fara yfir þetta fyrir í dag, Það er mjög, hagkerfið okkar að vaxa, blessunlega. Það aukin verðmætasköpun í landinu okkar, þannig að útgjöld eru vissulega að vaxa, en það er ekki að vaxa með því að hækka til dæmis tekjuskatt á venjulegt fólk varðandi hvað þú greiðir. Það verður umræða erfðafjárskatt. Erfðafjárskatturinn verður óbreyttur milli ára. Það er helst fjármagnstekjuskattur á fyrirtæki, hann lækkar milli ára, en engar síður erum við að helminga hallarekstur ríkissjóðs og að hefja uppbyggingu innviða, hvort sem við erum að tala samgöngur eða byggja við spítala eða verkmenntaskóla út allt land. Þannig að ég tengi ekki við þessa skattaumræðu, ég skil það pólitík. Kílómetra gjaldið á bílana eða umferðina. Er það ekki tilflutningur á vegatollum sem að bensínbílar báru áður? Nú er verið að flytja þannig rafmagnsbílar borgið það líka? Já, kílómetragjaldi snýst einfaldlega það í rauninni að fella niður alla skatta og gjöld á dælunni sem fólk að greiða fyrir utan kolefnisskattinn og hafa það inn í kílómetragjaldi, þannig að þeir sem að nota vegina borgi, þeir greiði sem nota. Þannig að það er í rauninni svona nokkurn veginn tekið hlutlaust mál. Þetta hefur alltaf verið uppfærsla á þessum gjöldum milli ára. En í grunninn er þetta einföld kerfisbreyting til að bregðast við því að því miður, eða ekki því miður, það er kannski bara mjög gott. Á síðustu árum hefur tekjustofn til að viðhalda vegum hríðfallið vegna þess að bílar að verða sparneytnari og þá er orðið úr sér gengið að ætla að innheimta gjöld sem þarf til að viðhalda vegum, vetrarþjónustu, byggja ný göng, eyða einbreiðum brúm, að reyna að fá það í gegnum einhvers konar bensíngjald og því eðlilegt að taka upp kílómetragjald líkt og hefur verið gert með 55.000 rafmagnsbíla og gengið afar vel. Þannig að það er rauninni svona, mál sem var vel undirbúið af fyrri ríkisstjórn og var lagt fram fyrir ári síðan og náðist ekki að klára áramótin. Var boðað núna aftur í vor og kláraðist reyndar ekki út af eins og sum mál sem að þurfti að frestast inn í haustið og eru núna að klárast í aðdraganda jóla sem er bara afar gott og ég tel að leið og Íslendingar sjá annars vegar bensínverðið lækka og hins vegar hversu einfalt þetta kerfi er. Svo þegar við förum að vinna eftir nýrri samgönguáætlun og við förum aftur að borða jarðgöng að þá mun fólk fara að sjá það og skilja að það er ef við viljum samgöngubætur, ef við viljum laga vegina, ef við viljum byggja og bora ný göng að þá þarf að sjálfsögða að fjármagna kerfið og eðlilegast að gera það að þeir sem að nota kerfið mest borgi. Þetta var kallað bara barnaskattur í þinginu. Já, þetta er hægt að teygja og toga alla umræðu. Í því samhengi var verið að vísa til þess að börn noti bifreiðar til að komast í keppnisferðir í íþróttum og þannig ágætt að setja það líka í samhengi að við erum einmitt að tvöfalda ferðasjóð ISÍ sem er einmitt styrkjasjóður sem styrkir íþróttafélögin til að komast á sín mót og að börn sé að keppa í íþróttum. Þannig að ef maður vill styðja við góð mál eins og keppnisferðalag íþróttabarna að þá gerir maður það ekki í gegnum breytingar á kannski bensíngjöldum og kílómetragjaldi heldur þeim sérstæku styrkjakerfum sem að miða af þessu markmiðum. Ingibjörg Ólafur, þið eru þingmenn fyrir flokka sem hafa mistað sem mikið. Já, fylgi. Á milli kosninga núna. Já, og Framsóknarflokkurinn jafnvel bara hefur verið í stór hættu við skoðanakannanir. Já, og núna þegar það er árbúið að nýju kjörtímabili og 3 ári næstu kosningar. Já, það er staðan eins og í dag. Það eru ekki að styrkjast í stjórnarandstöðu eins og oft gerist hjá flokkum? Nei, nú horfum ég bara til ásins 2021 þegar við náðum stór sigri að þá var í rauninni fylgi Framsóknar að hækka jafnt og þétt fyrsta ári eftir kosningar.
Svo þegar við fórum að taka ákvarðanir og annað og leggja fram fjárlög eins og núverandi ríkisstjórn er að leggja fram og svara fyrir okkar ákvarðanir, þá fór fylgið aðeins að dala og þetta stjórnarsamstarf þessara 3 flokka, það var þetta búið að ganga frá vissum forsendum að fara aftur í það samstarf 21 ef að í rauninni það væri það sem þjóðin vildi og þjóðin kaus það, þannig að það var ráðist í það samstarf. Fyrir mitt leyti held ég að það samstarf hafi verið oflangt. Það reyndi vissulega á, en skilaði líka mjög góðum árangri. Það hins vegar þannig að þarna var búið sama fólki búið að vera í brúnni í alltaf 7 ár og eðlilega var þjóðin orðin þreytt. Vildi fá einhverja breytingar og við fundum það í kosningabaráttunni að fólk var nú alveg ánægt með verk Framsóknar. Það sem við höfum gert í heilbrigðisráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu og fleiri ráðuneytum. En hins vegar vildi það bara breytingar. Og gat ekkert endilega svara hvaða breytingar, það vildi bara nýtt fólk. Já. Og það bara eins og gengur og gerist í rauninni í pólitíkinni. Flokkar koma og fara úr tísku og nú það bara okkar að ná opnum okkar aftur og sýna okkar erindi í stjórnmálunum. Er það formaður kannski sem að fólk var orðið þreytt á? Nei, ég heldur rauninni að það við bara... Nei, ég meni auðvitað allir sinn tíma í pólitík og nú hefur okkar formaður ákveðið það að sækist ekki eftir endurkjöri og það verður kosin í forystæði á Framsókn núna miðja mánuðin í febrúar. Það fjallar náttúrulega allir ráðherrarnir á þingi nema hann sko. Já. Þannig að eitthvað var fólk orðið leitt á því ef það ekki ekki. En þetta bara svona, þetta gangurinn og það tók ný ríkisstjórn við og hún hefur í rauninni notið traust hjá þjóðinni. En þarf ekki Framsókn svona rækilega endurnýjun eins og Samfylkingin ekki rækilega endurnýjun? Samfylkingin Samfylkingin hvað 4,0 eða ég veit ekki hvað það er. Já, þú veist, og það einmitt gott dæmi, þú veist, það er bara hægðir og lægðir og það bara einhvern veginn, við þurfum að fara í þessa naflaskoðun og endurnýja okkar umboð og okkar erindi, en að því að hann fór hérna yfir efnahagsmálin áðan, þá svona velti maður stundu fyrir sér hvort það sé sami handritshöfundur sem að skrifa fyrir leikritið eins og fyrir meirihlutann í borginni, fyrir Samfylkinguna, í tengslu við fjárlögin þar, eða fjárhagsáætlun sem það heitir, og fjárlögin hjá ríkisstjórninni því að þetta svona út á við þetta látið líta mjög vel út en þegar það verið að rýna svona aðeins ofan í gögnin þá sérðu það að staðan bara allt önnur. Hér verður talað að hér sé ekki verið að hækka skatta á venjulegt fólk og flokkar sem tölu það þeir ætluðu ekki að hækka skatta á venjulegt fólk en við sjáum það svo bersýnilega að allt sem að ríkisstjórnin að gera ríki gerir og sveitarfélög og annað varandi hækkanir það skila sér allt út í verðlagið til venjulegs fólks. Og Vilhjálmur Birgisson fór nú ágætlega yfir það á Facebook síðunni sinni núna daginn, bara nýlega, þar sem var talað það að skattahækkanir ríkisstjórnarinnar skila sér í 20 milljarða króna aukningu á heimilin í landinu. En það skila sér í 30 milljörðum í tekjum til ríkisins. Þessi ríkisstjórn að auka útgjöldum 146 milljarða eða 9% á milli ára og við höfum ekki séð álíka hækkanir síðan 2007, þá var það 10% og þá var þáverandi vinstri stjórn, þannig að það er margt keimlíkt þarna með, en við erum að sjá kílómetragjaldi sem þið rædduð hér áðan og við höfum áhyggjur af. Jú, þetta í rauninni kerfisbreyting og á að innleiða í fleiri skrefum. Fyrsta skrefi var rafmagnsbílarnir og svo fylgir hérna núna bensín og dísel. En hins vegar það sem við höfum áhyggjur af að einmitt þetta á að taka gildi núna eftir 2 vikur. Bílaleigurnar hafa vakið í rauninni athygli á því að þeir hafa miklar áhyggjur af þessu varandi reksturinn. Því að þeir benda á að það ekki bara kílómetragjaldið, þetta líka vörugjöldin upp á 7,5 milljarð sem hefur áhrif á þá og svo þriðji liðurinn líka, það í rauninni endurgreiðsla á virðisauka í tengslu við orkuskipti og rafmagnsbíla. Þannig að þetta allt þrennt leggst á bílaleigurnar á næsta ári. Þeir eru búin að selja þjónustu út frá vissum forsendum út í rauninni ferðatímabilið sem ágúst, september. Þetta rauninni eitthvað sem þeir geta ekki breytt. Og ef þeir ætla eitthvað að reyna að gera það þá veit ég það að stóra aðalarnar sem í samningum við á þeim myndi bara neita því og hinir hugsanlega bara draga tilbaka og hætta við að koma. Þannig að það svona vissu blikur og loft í tengslu við þetta og við höfum áhyggjur af þessu og höfum verið að tala fyrir því í þinginu að það sé skoðað að taka tillit til þessara áhyggna og gefa fólki og kerfinu raunin tækifæri til þess að aðlagast og gildistími verði þá 1. janúar 2027. Því að það það sem ferðaþjónustan hefur verið að kalla eftir, það fyrirsjáanleiki.
En þetta svona eitt og annað, svo er verið að hækka lyfja, kostnað og fleira fyrir venjulegt fólk. En við getum nú alveg haldið áfram. En þetta er svona, þú veist, við þurfum aðeins að rýna þetta betur til þess að sína á þetta. En ég átti þetta að koma hina spurninguna, sko. Já. Hvort að þú ætlaðir að gefa kost á þessi til formans? Til formans hjá Framsókn? Já. Ég hef ekki tekið ákvörðun það enn sem komið er. En þú neitar því ekki, þú ert ekki afhugað því. Nei, ég hef fengið mikla hvatningu frá flokksfélögum mínum víða land og ég bara teka til mín og eðlilega hugsa ég þá hvað ég er búin að gera. En þetta ræðist allt saman eftir áramót og nú er hugurinn minn varandi þinglokkin en við sjáum hvað gerist. Sko, það er svo stutt líða að kjörtímabilinu og er þá ekki brýnt að næsti formaður sé í þingflokknum, hafi sæti á þingi? Sumi vilja meina það sé afar mikilvægt því að vettvangurinn varandi þessi pólitísku átök eru í þinginu. Fyrir mitt leyti er það mikill styrkur að vera á þingi, sérstaklega í ljósi þess að við væntum þess að ríkisstjórnin standist þetta samstarf næstu 3 árin. Þannig að það er kostur og það er erfitt. Við sjáum það að Svandís Svavarsdóttir var að tilkynna það. Hún ætlaði ekki að sækjast eftir því að vera áframformað Vinstri grænna. Þetta er alveg áskorun. Þú ekki bjóðið fram í það? Nei, ég ætla ekki að gera það. En sko, það sem ég er að benda á er að það er erfitt fyrir formann utan þings að koma sér inn í umræðina. Það er alveg áskorun. En við erum nú samvinnuflokkur og það sem að flokkurinn vill og kýs það fólk sem að kýst til forystu núna í febrúar, við finnum bara út úr því og látum það ganga saman hvernig það verður. Ólafur, flokkurinn þinn er við höldum hinn að þetta sé mjög erfitt ástand hversu litlu munaði milli Guðrúnar Hafsteinsdóttur og Áslaugar Örnu að flokkurinn sé svona nokkuð klofinn eftir formannskjörið. Og dauft fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem ætti að vera oddvita flokkur í stjórnarandstöðu að vera tap á fylgi í stjórnarandstöðu. Já, ég voru nú með spurningu í upphafi, sko. Ég sé að þetta færist út um víðan völlina, en sko, við byrjum bara kannski á því hvaða stjórnarsamstarfi við vorum að koma út úr. Ég er búin að vera í eitthvað tæp 7 ár með Vinstri grænum og Framsókn. Þá reyndist það okkur mjög dýrt og það var bara einfaldlega þannig til dæmis hjá okkar baklandi að það voru margir ósáttir við það að við þyrftum að gefa svona mikið eftir gagnvart okkar aðalstefnumál. Og ég held að það hafi kannski í grunninn ráðið þessari óánægju með Sjálfstæðisflokkinn. Og það getur líka vel verið að þeir sem eru kannski ekkert mjög pólitískir þó að menn hafi mögulega skynsamlegar hugmyndir fram að færa og góða stefnu og svo framvegis að það vilji breytingar. Og ég held að aðeins verið núna í þessum síðustu kosningum. Og auðvitað verður ekki tórt fram með því að þar kom Samfylkingin mjög sterkinn og fekk alveg blúsandi fylgi og það hefur verið meðbyr með ríkisstjórninni. Þrátt fyrir ótrúlega axarsköft, svo maður hreinlega segja það, en það er bara þannig að það eru hveitibrauðsdagar, þannig að það hefur verið skjól fyrir ríkisstjórnina og ég hef nú trú á því að það muni mögulega breytast og þannig að ég held að á komandi ári þá muni ríkisstjórnin ekki njóta þessa skjóls og menn muni gagnrýna harðar það er ákvarðanir sem verið að taka. En hveitibrauðsdagar hefur leitt haldið vera 100 dagar. Ég held að ríkisstjórnin sem komin í 3-falda hveitibrauðsdaga hefur það bara fínt. Já, nei, ég myndi nú ekki orða þannig, hún hefur það ekki fín og það sjá menn auðvitað bara því sem verið að leggja fram hérna af frumvörpum. En ef við horfum bara með áframhaldi hjá okkur, þá er þetta þannig að við höfum átt að bratta hans ekki í skoðanakönnunum. Því eru ekki móti mælt og sumum finnst við hafa verið dauð í þinginu jafnvel. Við höfum farið aðeins í ræturnar hjá okkur því að við trúum því að sjálfstæðisstefnan sé ennþá svo sama hún hefur verið og hún á þetta við flest allt fólk því þetta snýst í raunum frelsi einstaklingsins og minnkandi ríkisafskipti. Það er raunin kannski grunninn það sem við viljum. Nú inn í þá framhaldið á þinginu þá er þetta þannig að við munum tefla fram okkar lausnum við til dæmis í efnahagsástandi sem er til staðar og það er þá valkostur og það er valkostur sem ég held að fleiri og fleiri munu sameinast að sé skynsamlegri. Við viljum lítið ríki og við viljum þá minnka umsvif ríkisins og við viljum líka losa okkur við þá eignir til dæmis á ríkinu sem ríkið þarf ekki að eiga og er jafnvel í samkeppni við bara íslensk fyrirtæki. Landsbankann? Skrítið. Já, Landsbankin. Landsvirkjun? Nei, Landsvirkjun hefur nú verið, það er ákveðin. Keflavíkurflugvöllur. Keflavíkurflugvöll? Já, ég meina. HTFR, RÚV.
Já, þú ert á góður leið. Þú ert á góður leið með þetta. Velkomin í Sjálfstæðisflokkin. Ég er bara að hlusta á einhver tala í alla nýfrjálsöku tíma. Ég hefði nú reiknað með að þið værið að hugsa, já, kannski var nýfrjálsökin ekki góð stefna sem að leiðir bara til niðurbrot samfélagsins víða heim. Þannig að við ættum kannski að við komum einhverja aðra stefnu. Já, það er ekki. Nei, sko, það sem þú kallaði nýfrjálshyggja, sko, ég held að hún eigi ekki vinna með bara einhvern lítið hluta af Sjálfstæðisflokknum. Flest fólk í Sjálfstæðisflokknum er bara raunsætt á lífið. Og það er auðvitað þannig. Ríkið þarf ekki að vera upp á hendur alls. Ég veit að það á við hér. Og menn hér eru kannski mjög ánægð með það að ríkið sé stórt. Það er hins vegar ekki okkar stefna. Og við munum auðvitað slást fyrir því að hún ná að fram að ganga. Og þar auðvitað mætum við mönnum eins og þér, Gunnar Smári, þannig að þú gagnrýnir nokkuð hvað það varðar. En við höfum búið þessum lausnir í því og við teljum til dæmis skynsamlega gagnvart fyrirtækjum að lækka skatta. Þannig að við höfum séð það gerast hér og það gerist reyndar meira sér í tíð síðustu ríkisstjórnar. Að hér voru lögð innviðagjöld á skemmtiferðaskip. Og við sjáum rauninni nákvæmlega hvaða afleiðingar það hafði. Það er hrun í þeirri atvinnugrein. Og hvað er verið að gera núna? Jú, það er verið að lækka þessi gjöld. En á sama tíma, og til dæmis ríkisstjórnin er að reykja sér því að hafa þú tekið núna rétt ákvörðun, þá er samt sem áður verið að bæta í, gagnvart öðrum fyrirtækjum. Og þá spyrir maður sig, af hverju vil ég stíga í spínandi aftur? Ég ætla ekki að leggja stefnu fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Mér langar bara að spyrja að því að þið voru búin að vera lengi í stjórn, ekki bara frá hruni, eða frá 2013, þá voru þið í ríkisstjórn. Og þá heyrði maður stundu svona, við erum bara gott fyrir okkur að lenda í stjórnarandstöðu. Þá höfum við tækifæri til þess að brýna stefnuna og skerpa okkur og þá þurfum við ekki alltaf að vera með þessa málamilani, þá erum við skýrar í tali og þetta ár sem er liðið frá því stjórnarandstöðu hljómar ekki eins og þið hafi verið svona full í þessu sem ætti að vera skemmtilegt fyrir stjórnmálafólk að gera. Já. Akkur er ekki stuð á okkur? Ég telur þetta að sé stuð á okkur, sko. Þannig að ef þú horfir til dæmis bara inn á við þingflokkinn. Ég skoða bara stigatöflurna sem eru skoðanakannanir. Það er ekki stuð á okkur. Nei. Ég nefndi það sem var að tala mér áðan varðandi skjóli hjá ríkisstjórninni og það er ennþá verið að ræða. Sko, ríkisstjórnin var til að leggja fram núna sín fyrstu fjárlög. Þannig að þó þeir hafi í rauninni verið að heikja að segja hvað þeir hafi gert vel, þá hafi í rauninni ekki gert neitt annað núna, heldur hann að fylgja fjárlögum fyrir ríkisstjórnar. Þannig að þau eru í rauninni að nota þá fjárlagagerð og þau fjárlög sem þar voru undir og er að framkvæma og er í rauninni bara að uppskera nákvæmlega sama og ég ætla að leiða mig að segja sama hvað ríkisstjórn hefði verið. Þannig að gagnvart til dæmis þeim þætti að leggja fram sín eigin fjárlög, þá ertu í rauninni að sína þau spil sem þú ætlar að tefla fram. Og það er alveg skýrt í þessari ríkisstjórn. Ég meina, Samfylkingin hefur bara svingbeygt Viðreisn. Það sjá það allir. Viðreisn á sér ekki Viðreisnar von í þessu fjárlagafrumvarpi. Það er bara eitthvað þannig, það er skattahækkanir og skattahækkanir ofan. Það eru með aðal ráðunir eins og. Já, ég segi, þetta er samkomulag. Kristján Frosti er bara greinilega mjög sterk inn í þessa ríkisstjórn og Viðreisn fær bara í rauninni hefur bara atkvæðisrétt. Samfylkingin er náttúrulega að gera, ef maður að þurfum að fara skoðanakannanir, eitthvað sem er bara fátítt í heiminum, að vera í ríkisstjórn og 50% fylgisaukning. Það er frá kosningum. Það er bara einn flokkur sem að leiði ríkisstjórn í Evrópu sem er að bæta við fylgi, það er Meloni á Ítalíu og svo er það Kristof Frostadóttir og Samfylking, þannig að þetta er bara undur og stórmerki. Já, gleymir nú miðflokkurinn reyndar í þessu? Nei, hann er ekki í stjórn. Sko. Nei, ég veit það. Það er þeir sem er í stjórn. Já. En að því nefnum miðflokkinn, hver er munurinn á Sjálfstæðisflokknum og miðflokknum? Hvað í stefnu miðflokksins getur þú ekki tekið undir? Hvað í stefnu miðflokksins? Getur þú ekki tekið undir? Já, sko, nú setur ég mig erfiða stöðu, þannig að þeir tala þetta mjög frjálst í öllum málum. Sko, ég held að sé alveg skýr munur á okkur, til dæmis ef við horfum á það sem að þeir hafa kannski helst að tefla fram núna, það eru útlendingamál. Og ég ætla að með við síðustu vendingar, þá hefur til dæmis miðflokkurinn talaði þá veruna eins og það er mögulega að segja EES-samning. Við erum ekki þar, sko. Og ég vil bara benda það og mér finnst það svona pínu sérstakt og við höfum fengið í rauninni kannski gagnrýni frá okkar flokksfélögum út á landi. Ég bara nefni staðins og Grundarfjörð, þar sem að 27% af íbúunum eru með erlendan uppruna. Þetta er fólk sem hefur sest á Íslandi og ætlar sér að búa hér og deila með okkur kjörum. Þetta fólk er að upplifa í fyrsta sinn á ævinni einhverja fordóma. Og við þurfum, þetta er mjög fín lína í umræðinni og það á ekki að vera þannig. Þetta smitist yfir á þessa hópa þó verið sér að ræða einhverja mögulega hælisleitendur og eitthvað slíkt. Þetta er bara allt annars eðlis. Þetta er fólk sem hefur verið að sinna, ég ætla að leiða mér að segja, bara stórum hluta af þjónustustörfum fyrir okkur. En einn á spítölum
Og heldur að sé vegna hvernig miðflokkurinn talar? Að miðflokkurinn eigi sök á þessu. Grefur undan öryggi innflytjenda, það bara hann. Ég vil bara segja þetta svona. Öll svona umræða skiptir máli að fara fram á yfirvegaðan hátt. Og það auðvitað að vera populískur og það auðvitað að vera með slagorð. En ég held að það sé hollt fyrir okkur Íslendinga að reyna að horfa þá skynsamlega á hlutina og horfa í gegnum slíkt. Ég vil langar bara taka undir þetta hjá Ólafi og það líka afar mikilvægt að ef við höfum áhyggjur af því eins og miðflokkurinn hefur varðandi íslenskuna að þá ekki leiðin að vísa öllum erlendu fólki í burtu af landinu. Við erum með vissa skuldbindingar alþjóðlegar í samningum og fleira þar sem í rauninni verið að leyfa frjálst flæði varðandi atvinnu og fleira innan EES-samningsins. Leið og við erum með hér 60-70.000 einstaklinga af erlendum uppruna í námi eða vinnu og atvinnustíð, atvinnuþátttaka þeirra til dæmis hærri en okkar Íslendinga. Þá eru líka Íslendingar, ég held sér 50.000 Íslendingar erlendis í námi eða atvinnu. Þú veist þannig að maður hugsa svolítið, ef við ætlum að gera þetta þá hlýtur það að virka í hináttina líka við sem að loka á það að við komumst erlendis til þess að mennta okkur sem mikilvægt fyrir litla þjóð og einangrað þjóð að við séum aðeins að útvíka okkar þekkingu og reynslu. Það er líka tæft að innflytja til þess að grafa undan íslenskur, það er þessi mjög hæpin kenning. Já, sko, ég hef til dæmis... Það frekar túrismin og ensku væðingin sem að honum fylgir sem er að grafa undan okkur. Og við foreldrarnir líka, sko, og í rauninni tengist þetta því að gerum þá bara kröfur. Setjum kröfur það að fólk sem flytur hingað þurfi að hafa vissan grunn og læra íslensku. Setjum þá kröfur á ríki og sveitarfélög að við sköffum þá kennslu og við sköffum námsgögn við hæfi og fleira. Þannig vinnst þetta því að lykillinn að samfélaginu með tungumálið og íslenskan. En ég að heyra það til dæmis hjá leikskólakennurum sem hafa áhyggjur af því að börn sem að eiga einmitt foreldra sem að tala íslensku sé að koma og taka rökræður það að sko þetta sé blú en ekki blátt við leikskólakennarana. Að þá mjög flott að krakka geti tala upp alla litin á ensku og tala upp á 10 á ensku en þau geta ekki íslensku. En þetta eftir kannski aðeins að fá okkur til að hugsa líka hvernig við viljum í rauninni alveg börn okkur hvað við viljum kenna. Stjórna sinnir í salnum. Þið eru á flúgandi ferði eins og Smári nefndi áðan. Hver þakkar? Hinn eru daufir? Það vantar náttúrulega alþjóðabandalagið á þing. Þannig að ef þú ert að svara í könnunum og ert svona vinstra megin í lífinu, þá hefur líklegt að svona 2/3 af þeim hópi merki við samfélíkuna. Það myndur ekki halda það? Sko ég sitja og ég svolítið að hlusta og það svolítið það sem við höfum verið að gera síðastliðin 3 ár. Við fórum mjög markvisst í það undir forystu nýs formanns að ferðast landið og ræða við fólki út allt land, hvað brennur á fólki. Og það sem við komumst bara mjög skýrt að það var langt á milli þess sem að vera ræðin á þingi og það sem brann á venjulegu fólki hringinn í kringum landið. Og við höfum reynt að forgangsraða okkar málflutningi og okkar verkefnum að beina kröftunum að því sem að bætir svona daglega líf venjulegs fólks. Fyrir síðustu kosninga var alveg skýrt að þetta snerist vexti og verðbólgu, þannig við vildum leggja fram raunhaft plan, hvernig var þetta að ná niður vöxtum og verðbólgu hraðar. Á sama tíma var að kalla eftir áskorun núna varandi húsnæðismarkaðinn og samgöngur út allt land. Þetta eru rauninni þau 3 meginverkefni sem við höfum verið að leggja mesta athygli á og ég held að Kristrún kom reynda með heilbrigðiskerfið þegar hún fór hringferðina, þá komum við það líka sem erindi. En eins og allir gera sem að fara út á land því að það eiginlega það sem að grefur helst undan svona öryggi fólks út á landi veikt heilbrigðiskerfi. Já, það nefnilega heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þetta eru mörg mál sem að brenna á fólki og það sem ég tengi sjálfur ekki við allavega úr þeim samtölu sem ég hef átt við fólki hringinn í kringum landið það að það ekki verið að kalla eftir meiri hugmyndafræðilegri pólitík, hvort það nýfrjálshyggja eða hvort það snúist skattalækkun eða skattahækkun, heldur fólk vill að kerfin okkar virki, að við séum ekki að reka ríkið með halla og við séum að byggja upp innviði hringinn í kringum landið. Það raun að kalla eftir ákveðið skynsemi, það kemur í rekstri ríkisins og það svona það sem einkennir svolítið þessi fyrstu fjárlög okkar. Það er verið að fara í metnaðarfullar aðgerðir eins og sem snýr að samgönguáætlun og þann húsnæðispakka sem hefur þegar verið kynntur, en það samt verið að gæta því að við séum ekki að reka ríkið með halla. Í tíð síðustu ríkisstjórnar var meðalhalli ríkissjóðs 115 milljarðar.
þetta undirliggjandi forsenda þess að verðbólga fór upp úr öllu valdi og stýrivexti þurfti að hækka. Í þessum fyrstu fjárlögum erum við að helminga rekstur ríkissjóðs sem komin undir þá 30 milljarða og svo stemt að því að leggja fram hallalaus fjárlög á næsta ári. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli í því að ná niður vöxtum og verðbólgu, síðan boðað var til kosninga á 12 mánuðum, hafa stýrivexti verið lækkaði 5 sinnum og nú sögulega lægsta verðbólga síðastliðin 5 ára. Þannig að þetta finnur fólk á húsnæðisláninu sínu, á yfirdráttavöxtunum sínum og öðrum lánum sem það hefur. Og ég held að fólk kunni að meta þetta, að sé verið að vinna í þeirra þágu. Bara nefna eitt í þessu. Mér finnst alltaf pínu sérstætt þegar Guðmundur Ari nefnir þetta með 115 milljarða. Og ég meina að það sé ósangjarn þegar hann teflir því fram. Og COVID og Grindavík. Já, akkurat. Mér langar bara að spyrja Guðmundur Ara. Hvernig hefðir þú hagað rekstri ríkissjóðs á þessum tíma þegar COVID var og síðan í kjölfari Grindavík? Hefur ekki tekið sambarlegar ákvarðanir voru teknar í þáverandi ríkisstjórn? Hvað hefði Samfylkingin viljað? Á þessum tíma gat ég allavega ekki heyrt og ég ekki verið að þingi annan að Samfylkingin var að hvetja stjórnarliða til þess að taka stærri skref heldur var verið að gera og leggja meira til. Þannig ég spyr mig, af hverju ert að tína til þessa tölu 115 milljarða? Og minnist ekki á þetta. Einfaldlega vegna þess að þetta bara staðreynd málsins að rekstur ríkissjóðs var rekið með 115 milljarða halla í tíð síðustu ríkisstjórnar og þegar spurt hvað myndum við hafa gert öðruvísi og þá svolítið verið að beina sjónum á því höfum við farið í minni aðgerðir til að styðja við atvinnulíf eða heimili landsins. Nei, það ekki það sem Samfylkingin kallaði eftir. En það sem Samfylkingin er að kalla eftir að þegar ríkissjóður þarf að leggjast í aukin útgjöld, til dæmis til að styðja við atvinnulíf, styðja við heimili, þá mikilvægt að horft sé á tekjuhliðina líka. Og síðasta ríkisstjórn, allavega fjármálaráðuneyti síðustu ríkisstjórnar, var svo fast í þeirri pólitík að það mætti ekki sækja tekjur, hvort sem það væri á breiðustu bökin eins og varandi veiðigjöld, stórútgerðin eða annað, að þeir einfaldlega héldu áfram að auka skattaglufur, skattaafslætti á ríkasta fólk landsins á sama tíma og tekjuþörfin var meiri. Þannig að þegar þú þurftir að fara í stórvæg útgjöld til að styðja við íslensku þjóðina, sem var sátt meðal allra flokka á Alþingi, þá var ekki farið í sambærilegar aðgerðir til að fá inn tekjur í ríkissjóðs til að standa undir þessari þjónustu. Og það það sem ný ríkisstjórn er búin að gera á fyrsta árinu sínu, það að tryggja það að íbúar að kalla eftir bættum vegum út allt land, að kalla eftir bættri heilbrigðisþjónustu, bættum skólum, en það verður ekki gert með að lækka skatta. Við verðum að tryggja jafnvægi milli skatta og tekna og útgjalda ríkisins, því annars lendum við því sem síðasta ríkisstjórn lendi í að vera rekin með 115 milljarða halla, að verðbólga fór upp fyrir 10%, stýrivextir í 9% og fólk er ennþá að finna fyrir þessu. En þessi röksemd alltaf gengur ekki upp. Nei. Hún gengur ekki upp. Þú ert að tala um að á sama tíma erum að leggja allt þetta til, þá áttu að skattleggja sama fólk. Bara skattleggja sama fólk. Ekki og var sama þetta fólk. Grindavík. Ég meina var ekki tekin ákvörðun að greiða Grindavíkur kostnaðinn í rauninni, eða það að segja öllum varnargarðan og það í gegnum fasteignagjaldið. Var ekki tekin ákvörðun það? En svo skulum við líka aðeins horfa á það að þú veist í tengslu við skatta, nú erum við bara komið með vinstri stjórn sem er að hækka skatta á almenning. Kallar ríkisstjórn vinstri stjórn? Já, þú sér það alveg og þú sér merkin með, ég fór yfir það áðan varandi söguna 2007 þegar vinstri stjórnin var við lýði. Þetta er bara álíka fjárlög, 9% hækkun á útgjöldum, en hér er verið að státa sig á því að skila ríkissjóðum 30 milljarða halla og bera saman við fyrir ríkisstjórn og án þess að taka forsendurnar sem að lágu þar að baki, sem ég finnst ekki sanngjarnt. En það alltaf, átum það líka milli hluta, en tökum þá til líka tekjurnar sem að núverandi ríkisstjórn er að fá einmitt óvænt upp vegna þess að það var svo mikill hagvöxtur. Þeir eru að fá 80 milljarða auka tekjur umfram það sem áætlanir gerir ráð fyrir, þannig að ef þau ekki fengið það, þá væri hallinn hér í kringum 110 milljarðar. Þannig að þú veist, tölum þá alla staðarendirnar. Mér langar líka aðeins fara inn á það varðandi tekjur, að sækja tekjur og skattleggja og Guðmundur Ari minntist á veiðigjöldin. Hér var tekin mikill slagur í sumar í tengslu við veiðigjöldin og fólk getur haft alls konar skoðanir á því. En það sem að ríkisstjórnin ætlaði að sækja voru 7,6 milljarðar, 7,5 eða 6 milljarðar í aukna tekjur í gegnum veiðigjöld. Við í Framsókn höfum talað fyrir því að stórútgerðin, það sé alveg svigrúm þar til þess að greiða meira, en hins vegar höfðum við áhyggjur af afleiðingunum sem var ekki búið að meta sem að hefði á sveitarfélög og litlar útgerðir. Við tölum líka fyrir því að þessar tekjur myndi ekki skila sér. Í rauninu myndi bara útgerðin halda aðeins aftur að sér, minnka fjárfestingar og hugsanlega líka myndi fá minna í útflutning því að það væri verið að flytja fisk hér óvinnin úr landi.
Núna erum við að sjá útreikninga á milli annarar umræðu og þriðju fjárlaga. Veiðigjöldin sem átti að skila 7,6 milljörðum, það er búið að lækka þá tölu 6,7 milljarða. Það búið að við minni hagnaði í sjávarútvegi, það er rauninni þannig það er rauninni þannig að núna eru það að fá, eftir allan hennar slag, er það að fá í gangu 700-800 milljónir að sem þeir reiknuðu með miklu hærri tekjum. Og þetta er víðar í kerfinu. Við sjáum það að hagvöxtur hafa reiknað með 2,5% hagvexti. Í rauninni er það þannig að þeir sem eru að reikna þetta út, Seðlabankinn og aðrir aðilar bankar og svona, er að reikna með frá 0,9% hagvexti upp í 1,5%. Miklu lægri hagvexti heldur en er áætlað í fjármála áætlun sem dæmi. Þetta hefur þau áhrif að það verða miklu minni tekjur til ríkissjóðs. Þannig að það sem við erum að benda á er að það skortir alla varfærni. Hér er líka verið að færa í rauninni neyðarsjóðinn okkar, varasjóðinn, niður í algjört lágmark sem er 1% til þess einmitt að bregðast við áföllum eins og jarðhræringum og fleira. Þannig að þetta þau eru með stöðleikaregluna sem á að skapa visst jafnvægi sem er alveg skynseldu út af fyrir sig, en hún er brostin í rauninni. Þeir voru með 28 milljónir til að takast á við óvænt útgjöld núna fyrir þriðju umræðu, en milli núna annar þriðju umræðu, þá erum við að sjá fram á það að það eru konar 700 milljónir í halla. Þannig að þú veist hvernig stöðleikareglan á að standast, það er einhver hókus-pókus aðgerðir sem að þau setja upp eflaust, en það sem við erum að benda á er að ríkisstjórnin er búin að segja mjög margt. Við erum búin að tala um það að hér ætti ekki að hækka skatta á almenning. Þau eru að gera það. Þau eru að tala um það að hér eigi að rjúfa kyrrstöðu varðandi að bora jarðgöng sem er mjög jákvætt, og ég fagna því að Fljótagöng og Súðavíkurgöng eru komin á dagskrá. Og ég vona að það verði einmitt setti fjármunir í það að flýta þeim undirbúningi eins og hægt er, þannig að sé hægt að ráðast í útboð. En hins vegar kjósaði að líta fram hjá því að hér eru ein göng sem er búin að fá þinglega meðferð, einu göngi sem er búin að fá þinglega meðferð, er tilbúin til útboðs, þannig að það er búið að setja 100 milljóna í undirbúning, mörg ár sem það tekur 3-5 ára undirbúin í jarðgöng. Það er bara þeim er ríkt til hliðar, algjörlega. Og það er bara breytta forsendur. Og þá fer maður aðeins að velta fyrir þessum vinnubrögðum eins og í tengslu við samgönguáætlun og annað, það sem er verið að bera fyrir sér faglegt mat sem búið er að hrekja og annað. Þannig að þetta er, þú veist, ríkisstjórnin er stödd á þessum stað núna, það er reyndar þannig að fylgið hjá Flokki fólksins og Viðreisn hefur dalað töluvert, þó samfylkingin standi svona, tiltölulega sterk. En það verður gaman að bara spyrja leikslokum, því að það er margt sem á eftir að gerast og margar ákvarðanir sem ríkisstjórnin er að taka sem að mun hafa afleiðingar og mun vera í umræðinu næsta ári. Já. Ólaf, þú búin að hella vatn í glasið þitt. Já. Þá ætla ég að spyrja þig með hérna Er það vatn? Nei, þetta er ekki Nei, Má ég spyrja einu, bara ég hélt um þetta kannski... spurningu úr sal. Mér finnst bara svo, það sem ég hef þótt mjög áhugavert svona fyrsta árið mitt í pólitík er að oftast er við að rökra eitthvað svona útusnúning eða svona afbökun á veruleikanum. Og ég hef svona lagt að vera svolítið að velta í fyrir mig hvort að maður eigi að túlka það við stuðning við raunverulegar aðgerðir En hér er til dæmis talað skattastjórnina miklu og hér sé verið að hækka skatta á venjulegt fólk, venjulegt vinnandi fólk og hér sé verið að svíkja öll kosningalofar. En þetta er einfaldlega ekki rétt. Fólk er að fara að greiða sömu skatta á 9 ári. Það sem er búið að gera, líkt og var sagt fyrir kosningar, er að það er búið að taka á auðlindagjöldunum. Það er búið að taka á ákveðnum skattaglufum í kerfinu. Það sem í rauninni var að vera í tíð síðustu ríkisstjórnar, búin að fjölga skattaafsláttum á þeir sem voru með í hæstu tekju tíundum landsins eða bjuggu yfir eignum sem aðrir búa ekki yfir. Hugmyndafræði þeirra ríkisstjórnar var að þau ættu rétt á svona skattaafsláttum hér og þar í kerfinu. Þetta eru þær skattaívilnanir sem búið að taka á í kerfinu á sama tíma og tekjuskattsprósenturnar standa í stað, fjármagnstekjuskattur á fyrirtæki er að fara að lækka áramótin, innviðagjaldið er að lækka áramótin, þannig að ég svona þó að þetta sé sagt rosalega oft þá er engin rökstuðningur sem að byggja á neinum tölum eða gögnum sem er hægt að styðja við. Þannig að mér finnst mjög áhugavert hvernig er alltaf verið að nota einhverja merkjum eða skattastjórn og svo framvegis. Þú varst um spurningu? Já, bara spurningin er í rauninni hvaða skatta og venjulegt fólk er verið að hækka. Ég skal taka hana bolta af því að hann er að svara mér, fyrir ekki Ólafur, þú kemst svo að. Þannig að þú fyllir upp í. Bara, þú veist, til þess að taka sem dæmi, er að þá í rauninni verið að afnema samsköttun hjóna
það er milli þrepa. Samnýtingu efstu tekjuþrepa. Já, ónýttan persónuafslátt, þannig að ekki ónýttan persónuafslátt, hann áfram inni. Ef ég má tala núna, já, ef þú fékkst að tala, þá má ég tala líka. Ég er ekki að leiðrétta þig þó að þú farir með rangt mál á meðan þú talar. Það er verið að afnema þetta. Síðan er líka til dæmis verið að bæta við þrepi í tengslu við lyfjakostnað fólks. Í staðinn fyrir 3 þrep, greiðsluþrep, þá er verið að bæta 4. þrepinu við. Og hverju skilar það? Á það að vera til þess að lækka okkar kostnaðarhlutdeild í lyfjum? Nei. Ríkisstjórnin reiknar með 450 milljónum aukalega tekjur út af þessu hérna. Og nú hefur Öryrkjabandalagið til dæmis sendt frá sér tilkynningu þar sem þeir hreinlega lýsa yfir áhyggjum sínum því að fátækt fólk og allra veikasta fólkið muni núna hugsanlega neita sér lyf vegna þess að þau verða svo dýr. Þetta er til dæmis bara eitt dæmi það hvað þessi skattastjórn er að gera. Og eins og ég benti á áðan mjög skýrt er að það sem að ríki gerir í tengslu við hækkanir, hér í staðin fyrir að fara í 2,5% hækkun krónutölu þá er að fara í 3,7% hækkun. Þau trúi ekki á sína eigin efnahagsstefnu. Þannig að þetta allt saman mun skila sér út í verðlagið og við skattgreiðendur munum þurfa að greiða. Ég sé á svip Guðmundar, hann er ekki sammála þessu. Nei, en þú? Já, nei, ég er náttúrulega ekki sammála þessu hjá honum, en mér finnst nú samt dálítið kostulegt að segja þessu að því að ef að ríkisstjórnin núverandi er góð í einhverju, þá er það slagorðasmíði. Því að þvílíkur orðaforði af frösum sem hefur fallið núna á þessum þingum sem ég hef setið, maður bara heldur hreinlega aðdánavert. Bara nefnir til eitt sem maður nefndi hérna áðan. Heyrðu þegar hann var að segja, það hafa verið 5 lækkanir núna á vöxtum. 5 lækkanir. Af hverju nefnir enga tölu? Var ekki skynsamlegt að segja bara töluna? Nei, hún er 1,75. Það er of lítið. 5 er skynsamlega að nefna hér, af því það er stærri tala. Það er verið 5 lækkanir. Og þetta er bara, maður sér þetta, það er grein eftir grein hjá fulltrúum Samfylkingarinnar. Þetta er bara þaulæft, sko. Og raunvextir, stýrivextir hafa aldrei verið hærri heldur en núna. Nei, alveg hárrétt hjá þér. Velkomin í kapitalið. Velkomin í kapitalið. En sko, varandi að því líka hér var nefnt, sko, ætlum við sem varandi veiðigjöldin, ég verð að koma það. Af því að hér var rætt að tekjur hafna, þetta væri augljóslega að vera að rýra tekjur hafna, með að nota ekki, með að fara aðarleið heldur en til núverandi ríkisstjórnin að fara. Hvað er hún að gera núna varandi hafnabótasjóð? Hjá sömu aðilum, og hún var að kvart undan að fengi ekki tekjur. Býtu, er ekki ríkisstjórnin að breyta akkurat hlutfallinu það hvernig sveitarfélög að greiða versus ríkið, fara úr 60-40 í 40-60. Þannig að sveitarfélög að taka stærri hluta af því. Var þetta semst gert á með veiðigjaldið til þess að það er auðveldara fyrir ríkið eða léttundi með ríkinu, hvað því sem þetta leggja til hafnana? Svo líka annað, bara svo ég grípi boltan hérna, að ríkisstjórnin talaði það að þessi veiðigjöld 7,5 milljarðir ætti að fara í vegi á landsbyggðinni. Þau tala það að kílómetragjaldið sem er 3,3 milljarðar og eiga á að vera í rauninni tekið hlutlaust, er það alls ekki, það á að skila 3,3 milljörðum í ríkissjóð, þannig að það er aukning þar og ég talaði vörugjöldin, kílómetragjaldið og veiðigjöldin, já, og vörugjöldin eru 7,5 milljarðir. Samtals er þetta 18,3 milljarðar og allt þetta átti í rauninni að fara í vegaframkvæmdir og á landsbyggðinni. Það sem hins vegar horfur aukningun í samgönguáætlun og nú er þetta með fyrirvara, ég á eftir að fara ítalega í þetta en miðað við það tölu sem ég sé núna í fljótu bragði, þá er verið að hækka framlag til samgangna 7,5 milljarð. Ekki 18,3, 7,5 og 7 milljarðar af þessum 7,5 er að fara núna úr samgönguáætlun inn í betri samgöngur sem eru á höfuðborgarsvæðinu og ríkisstjórnin er búin að ákveða það í fjármálaáætlun þetta verði næstu 5 árin framlagið til betri samgangna. Hvað er þá eftir? Það eru 500 milljónir sem fara þá kannski á landsbyggðina. Þannig að það er eitt að segja eitt og svo gera þau annað og það er það sem við erum að benda á. Og jú, svo á stofna innviðafélag sem er mjög jákvætt og við höfum svo sem talað fyrir líka, eins og við vitum ekki hvernig það á að vera, hvað á setja inn í það og hvað verkefni fara undir, hugsanlega eitthvað á landsbyggðinni, hugsanlega jarðgöng þegar að því kemur og í rauninni verða veggjöld þar.
sem ekki verið að falla frá varandi höfuðborgarsvæði. Þannig að ergo, landsbyggðin að greiða. Og þetta veggjöld á Sundabraut og jafnvel að endurvekja veggjöld á Hvalfjarðargöng? Núna í rauninni er verið að auka og bæta við fjármagni inn í betri samgöngur umfram að verið 7 milljarðar þar inn. Og það virðist vera sér svo, þessi áform það að taka veggjald sem ég finnst ósköp eðlilegt. Það var náttúrulega mest borgaði veggjöldum hérna. Já, nákvæmlega. En það er þessi verið að falla frá þeirri vegferð. Herðu, þú 2-1? Já, ósækja. Nei, en sko, bara varandi þessar tölur að þegar maður tekur svona ákveðna lið úr fjárlögum og lætur það lítið út eins og þetta sé ykkur örfáa milljónir. Ég held að fólk getur alveg svona séð það í hendi sér að þegar verið að fara að bóra göng aftur, fara í Sundabraut, það er ekki verið að fara að auka framlag til samgangna um ykkur 700-800 milljónir. Nei, 7-8, ertu að meina Sundabrautin fyrir betri samgöngur? Það er 7 milljarðar þar. Sundabrautin fyrir betri samgöngur? Nei, hún fer ekki betri samgöngur, hún verður hugsalega undir innviðafélagið Þannig að sko, það er verið að fara að hefja stórsókn og verið að fara að ræsa vélarnar þegar kemur að uppbyggingu samgangna út um allt land. Byrja aftur að bóra göng til dæmis. Og svo er líka áhugavert í þessu, þó ætla ekki að vera eltast við tölurnar því það er ekki alveg, það endurspegla ekki alveg veruleikann sem að vera að fara yfir áðan. En það sem er samt áhugavert og er hægt að taka fram er að hér er samt verið að bera saman tölur úr samgönguáætlun sem var sko svona eins konar óskalisti fyrir ríkisstjórnar við sko samgönguáætlun núna sem er full fjármögnað plagg. Hér en ekki búið að samþykkja? Ekki búið að samþykkja, nei, hefur náttúrulega bara verið kynnt, nei, og náttúrulega sko samgönguáætlun þess eðlis að hún er undir í allan vetur og það er mikilvægt að hún fái bara góða þinglega meðferð hjá þinginu. En það eru 5 ár síðan þingið samþykkti síðast samgönguáætlun og því miður á því tímabili var ekki farið í neina jafngangna framkvæmd. Þannig að hér er verið að, sko, bæði komið fram ábyrg samgönguáætlun sem er fjármögnuð bæði með einmitt innviðafélaginu eins og hér hefur komið inn á, en líka vegna þess að það er búið að sækja tekjur á ákveðna pósta eins og varandi veiðigjöldin sem fara inn í uppbyggingu innviða út um allt land. Hér eru við líka að bregðast í því að á síðustu árum þá hafa þessi tekjuliðir út af samgöngum dregið saman vegna sparneytnari bíla og að þetta bensíngjalda fyrirkomulag virkar ekki í nútíma samfélagi með að taka upp kílómetragjaldið. Þannig að við erum eins og ég sagði það, svona af ábyrgð að leggja fram áætlanir sem snúa því að byggja upp innviði landsins en þeir eru líka fjármagnaðir og þetta skiptir svo miklu máli. Það er erfitt. Þeir eru ekki fjármagnaðir nema þegar við bara skrifa tölumna í hvað heitir þetta? Fjármálaáætlun. Þeir ekki fundið peningin, þeir bara skrifa það. Það er fjárlög næsta ás sem ákveða verkefnin. Það er bara eitt ár í rauninni. Það er svo sem búin að fjármagna alla pakkan. Það er bara, þið ætlið að fjármagna. Já, það er náttúrulega, við verðum náttúrulega að horfa á það að þú ert með 5 ára áætlun. Fullt fjármagnaði í mínum eirum hljóma bara eins og þú sett með peningan í tösku, sko. Já, ég skil hvað áttu við, en munurinn er samt sá að það hafa líka verið samþykktar áætlanir sem að sko, ef þú rýnir bara tekju áætlun ríkisstjórnar, sömu ríkisstjórnar, þá gengur dæmið ekki upp. Núna talar fjármálaáætlun og fjárlög næsta ás inn í það að þessi áætlun gangi upp. Innviðafélagi skiptir samt líka lykilmáli þarna inn í, því að það verður heldur utan með svo stóru framkvæmdir, þá erum við ekki að taka framkvæmdakostnað hverra framkvæmdir inn í fjárlög hvers árs, heldur fer það inn í félagið, það getur sótt lán til dæmis til lífeyrissjóðanna sem hafa sýnt áhuga á að koma inn í svona uppbyggingu innviða, því þetta eru náttúrulega öruggar fjárfestingar fyrir lífeyrissjóðanna á lægri vöxtum en til lengri tíma, þannig að hérna erum við að láta kerfin okkar virka til að byggja upp innviði landsmanna. Má ég leggja aðeins annað til hérna málana, því að við getum náttúrulega fylgst með þessar umræðu bara niður í þingi umræðum einstökum mál. Sko, mér hérna í sumar, hérna eftir málþjófið og fleira, þá fannst mér svona sorglegt að sjá að þingi var umverulega bara að kasta málum sem þurfti þá að taka upp aftur í haust, sem að allir vissu að meirihluti þings var sammála, hefði bara runnið í gegnum þingið. Og mann hefði hugsað að það er eitthvað að þinginu og svo er maður að fylgjast með núna og mér finnst vera að fá mál sem hafa verið í gangi. Ég var nú að skoða málefnalista ráðherranna og hann er bara svo langur að ég get ekki verið að spyrja ykkur út í hann en það er svona mín tilfinning. Og svo þegar ég kíki og þú gerir það nú oft að kíkja á Alþingisrásina, ég gerir það minn en þú. Stundum sko skil ég ekki af hverju fólki er að tala þetta mál sem að því að mér finnst vera sko stór mál sem að við þurfum að glíma við í samfélaginu eins og þið og Kristrún heyrðu þegar þið farið á land og þið heyri líka þegar þið farið á land. Það er hérna húsnæðismál, heilbrigðismál, það er bara risamál í gangi og þegar maður kveikir Alþingisrásinu þá er bara fólk sjaldnast að tala þau mál. Svo þegar það er farið að tala pólitík þá finnst mér þetta að vera svona meira heldur en var þegar við vorum ungir blaðamenn. Svona
spælingar og svona vera í að því að andstæðingurinn sé óheiðarlegur, hann sé að fara með rangt mál viljandi, að hann sé raunverulega bara ekki hæfur til þess að vera í stöðunni. Ég meina, þannig svolítið rætt ráðherra Flokks fólksins núna þessa dagana. Þannig að mér finnst þessu svona pólitíska menningin hérna sé eiginlega lakar í dag heldur en bara fyrir 10 árum og 20 árum og hvað ég búin að vera lengi í blaðamennsku, 40 ár? 40 ár? Við munum 40 ár til þess. Og ég ætla að spyrja ykkur að því að nú er að koma jól og nú er allir að vera vinir og svona. Ég hafði ekki áhyggjur af þessu. Jú, sko, ef þetta væri rétt þá hefði maður áhyggjur af þessu. Nú, er þetta ekki rétt? Nei, ég held að þetta sé ekki rétt. Nú, hvað er sko, ekki rétt? Það er að segja að menn séu núna í dag séu orðljótar en það voru áður og svo framvegis og það sé vera að brigsla fólki einhver illar kvatir eitthvað slíkt. Þú veist, það auðvitað þannig að... Það sé bara lélegt fólk. Já, ég ætla að leiða mér að segja það. Þú heyrir þetta ekki á pontunum. Ég les náttúrulega Moggan og það er þessi tónni í því. Já, en þú er að gera greinuminn á Mogganum og pontunni á Alþingi. Ég vil nú meina það að það sé betri stjórn á Alþingi en svo að menn komist upp með brigslýði eða eitthvað svona almenn leiðindi. Það að segja til dæmis að einhver ráði mögulega ekki við starfsitt. Ég kalla það svo sem það væri í rauninni kannski ég myndi ekki telja til dæmis að forseti myndi endilega slá í borð þar en ef yfirlýsingin er töluvert sverari þá gerir einu ráð fyrir því að sá sem stýrir pontunni hverju sinni hann myndi gera athugasemd og mér finnst einmitt ef ég horfi bara til dæmis á milli þessara tveggja þinga sem við höfum tekið þá var til dæmis munur á fyrra þinginu þar sem að ég ætla að leiða mér að segja að þar voru látin falla mjög ljót orð og hefði raun átt að bregðast við. Til dæmis þegar var að tala að fara út fyrir Húsvík og skjóta til þess að mögulega gæti orðið hrein valdaskipti og þú veist, það var auðvitað ámælsvært. Ég ætla alveg að gangast því en það hefur ekki heyrst að mínum að í vetur og það hefur verið betri bragur á þinginu hvað það var þar. En sko, dagskrávaldi er svo aftur annað, það er að segja hvað er sett á dagskrá. Þú nefndir hér að mögulega væru lítil mál á dagskrá eða stærri málin væru geymt. Ég vísaði á hann til þess að það væri bara heimbarlega kannski ekki samkomulag í ríkisstjórninni það og við höfum í sjálfsög líka velti fyrir okkur af hverju ákveðin mál sem ekki komið fram. Eins og hvaða mál? Já, til dæmis eins og orkumálun, ég get nú bara nefnt það sem dæmi. Og heldur það sé vegna þess að það er ekki samkomulag í ríkisstjórn? Útlendingamálin? Já, ég held að sé lítið að hvora þar. Þú ert að hitta hann á 2 mál. Við sjáum líka til dæmis samgönguáætlunina sem er opinberlega orðið núna svolítið bitbein hann á milli flokka, þar sem maður heyri það að til dæmis Viðreisn sem að fór austur og átti fundið þar sem var þá að kenna samstarfsflokki sínum hvernig staðan væri og svo öfugt. Þannig að það er alveg greinlegt að það tekur alveg á ýmislegt þarna og við fundum líka fyrir því að fjárlögin til dæmis sem átti að vera til umræðu í rauninni 2 vikum áður en það að koma á dagskrá. Hér er verið að bera fyrir sig að það væri að vera bíðatryggur endur útreikningum sem í rauninni er bara árlegur viðburður ekkert eitthvað sérstakt, það er alltaf gert. Hafi verið ástæðan fyrir því að við gátum ekki rætt fjárlög hér en staðan í rauninni þannig varandi þingið og virðingu fyrir þinginu að þá finnst mér að var mikilvægt einmitt að og það er svolítið á okkar ábyrgð að það sé borin virðing fyrir þinginu og fyrir störfunum sem eru í þinginu og fyrir mitt leyti þá finnst mér mjög mikil virðing að fá að starfa á hennu háa Alþingi. Það er bara ótrúlega dýrmætt og ekkert allir sem að komast á þann stað. En umræðinu fundarskur fórsetar mætti ekki bara leggja það af? Fundastjórn. Já, ég held að fundastjórn... Þráinn Bertelsson kallaði það hálftími hálfutana? Nei, það er störf þingsins. Ég held reyndar að það sé fínn vettvangur fyrir hinn almenna þingmann því að í raunin er það þannig að venjulegur þingmaður í stjórnarflokk og nú tala ég af reynslu. Okkar hlutverk er svolítið að framfylgja málum ráðherrana og ríkisstjórnarinnar. Þau ná framgang í nefndum, vinna þau áfram og flytja þau á þingi. Af og til nær maður kannski að flytja eitthvað þingmannamál til þess að svona aðeins að stimpla sig inn í sitt bakland. Þau ná hins vegar bara mjög sjaldan, ef nokkuð tíman, fram að ganga. Og þetta er í þín vinna. Það er að hlaupa svona okkur hamstrahjóli og koma málum ríkisstjórnarna framfæri. Vettvangurinn störf þingsins er kannski líka bara mjög jákvæð vettvangur þá fyrir þennan almenna stjórnar þingmann að geta tala fyrir sínum hugðarefnum. Og þar fær hann 2 mínútur til þess. En ég dreif það bara allt saman tilbaka, þetta er bara kolröng. Ég held að þetta sé mikilvægt og líka bara með til þess að bregðast við því sem er að gerast dagsdaglega. Við vöknum að morgun til, lítum á fréttirnar eða fáum símtölu eða tölvupósta
Þá getum við tekið það efni ef okkur finnst það mjög mikilvægt að komast á framfæri og talað það í störfum. Já, þannig að þetta svona viss vettvangur sem er mikilvægur að mínum mati. Ég hugsa stundum að skrifa fólk ekki bara grein í Vísi í staðinn fyrir að vera að eyða tíma þingsins í þetta. Fólk lesa ekki alltaf greinar, það nefnilega málið. En það margir að horfa á þetta. Ég horfi stundum, en ég búin að gefast upp. En dagskrárvaldið, af því þú nefndir það hérna og málin sem að voru látin bíða eða mæta afgangs í sumar. Í rauninni þannig að dagskrárvaldið auðvitað forsetans hverju sinni og forseti ákveður hvernig dagskráin sett upp. Við gerum alls konar tillögur hérna síðastliðið voru að koma fleiri málum á dagskrá og undan því var hafnað en eins og ég segi þannig að það í rauninni bara forgangsröðun ríkisstjórnarinnar hverju sinni hvernig hún stillir upp dagskráni. Herðu, Guðmundur, það þetta komið fram hérna ríkisstjórnin eiginlega gliðna. Já, ég ætla kannski að fá að koma hérna inn í það sem við erum að ræða hér. Ég held að hluti að þessi upplifin sem þú ert að lýsa er rauninni það að þegar mál fari í fjölmiðla þá er það oftast þegar eitthvað er orðið stopp eða þegar verið að rífast eitthvað innan þingsins. Ég meina bara á þessu eina ári síðan ég kom inn á þing þá erum við búin að leggja fram mál sem snúa að fæðingarorlofinu. Við erum búin að leggja mál sem snúa fram varðandi grunnskólana. Við erum núna að leggja stað í talsverða vinnu varðandi framhaldsskólana. Við erum líka búin að uppfæra menntasjóð námsmanna. Það er að leggja fram nýja háskólastefnu. Það er verið að vinna nýja atvinnustefnu. Við erum að taka fyrir húsnæðismálin, við erum búin að taka fyrir samgöngumálin, við erum búin að taka skatta og svona gjaldamálin, við erum búin að taka fyrir að fjölga lögreglumönnum, byggja við spítala, byggja við verkmenntaskóla. Við erum búin að horfa sérstaklega á aldraða varðandi frítekjumarki, við erum búin að taka frumvarp varðandi að festa almannatryggingar við launavísitölu, við erum búin að hækka eingreiðsluna, við erum búin að gera rosalega mörg mál sem snerta rosalega mörgum málaflokkum, en auðvitað fer þetta ekkert alltaf í umfjöllun fjölmiðla og svo framvegis og það er bara gott, því það er sátt þessu mál, þetta eru góð mál sem er að gera Íslands samfélag betra heldur en það var fyrir árið síðan. Sátt breytingar Guðmundar Inga á framhaldsskólanum. Það er engin skólastjóri á landinu saman að þessu. Já, nú verðum við að aðgreina annars vegar milli þess að hann er núna kominn af stað í samráðsferli varðandi það hvernig getum við bætt framhaldsskólastig út um allt land. Hann er kannski hægt að fara rúnt um landið á sama tíma og sú vinna hefur verið í gangi að þá erum við búin að vera núna að klára uppfæra lög um framhaldsskólana sem eru svona til þetta frumvarp sem bætir umgjörð framhaldsskólana á marg þetta vegu. Þannig að hér er bæði verið að hugsa til framtíðar, hvernig þú efla framhaldsskólastigið til framtíðar og uppfæra lög sem snúa framhaldsskólum í dag. En mér langaði bara út af því að nefna þetta varðandi svona störf þingsins og hvernig gangun og svo framvegis. Það sem hefur komið mér á óvart á þessu eina ári er stundum svona þessi leikjafræði sem er alltaf í gangi inn í þinginu og þá er einhvern veginn tími þingsins eins og einhvers konar gjaldmiðill. Bara til dæmis eins og varðandi samgönguáætlun sem búið að kynna. Og undir liðnum störf þingsins eða hvort það var fundastjórn var komin svona efnislega umræða samgönguáætlun og það væri sjálfsagt að taka hana fyrir á dagskrá þingsins, vísa henni gott umsóknarferli yfir jól og inn í janúar. Það eru nefndardagar í byrjun þings eftir áramót þar sem að nefndin geti byrjað að vinna úr umsóknunum og vinna þetta faglega. Það tekur tíma að vinna samgönguáætlun, það þarf að gera það vel, þannig að þetta er hagur þingsins alls að gera þetta og þetta er hagur landsmanna samgönguáætlun sé afgreidd sem fyrst, svo sé þetta hefja framkvæmdir, ræsa vélarnar. Þetta hefur mætt mikilli andstöðu. Nei, það er ekki sanngjarnt að setja þetta fram. Nei, þú ert ekki alveg heiðarlegur núna vegna þess að við höfum bara komið því skýrt á framfæri á fundum með þér og forseta að við teljum... Ég er að vísa bara til þessa eina dagskrálið þingsins það komu fulltrúar frá 2 flokkum. Það er bara 2 umræður, sko. Þetta er þingsáttmála, bara 2 umræður. Þetta er bara 2 umræður og samgönguáætlun. Ég er að tala þegar ég fór upp í ræðustól eftir þessu umræða fór í gang og bauð í það að það væri ég er að segja, það kom mjög mikið á óvart að það komu fulltrúar frá 2 flokkum úr stjórnarandstöðu og vöruðu mjög við því að það ætti að taka samgönguáætlun fyrir jól. Sko, við erum bara raunsæð með tíman. Sko, þú sér það núna... 8 dagar eftir. Nei, 8 dagar, já, þarna var það. 3 dagar eftir núna og við höfum ekki nægan tíma til að klára dagsetningamál og fjárlagatengt mál sem okkur ber að gera lögum samkvæmt á þessum 3 dögum. Við þurfum hugsanlega 4. jafnvel 5. daginn til þess. Þannig við höfum aldrei komið samgönguáætlun fyrir á dagskrá og nú tala ég hafandi verið á þingi í 4 ár, ég er nú ekki meira reynslu en það. Að það er engin tími til þess. Ég tala nú ekki vegna þess að samgönguáætlun sem er ný samgönguáætlun nýra ríkisstjórnar fór ekki samráðsgátt sem að vanin er og hefði verið ósköp eðlilegt að hún hefði fengið 4-6 vikur þar til þess að fá umsagnir til að gera hana betri. Það var litið fram hjá því og talað samráð að veri farið hér landið heyrt í fólki, eins og það var ekki tekið til dæmis sjónarmið Austurlands og ef við horfum á samgönguáætlunna því að þér er reykja ykkur að því að ræsa vélarnar. Og nú hef ég bara alveg fyrirvara, ég á eftir að fara og skoða þetta ítarlega.
Ef þú horfir á þetta og þú horfir á til dæmis umhverfismatskaflan sem með hverri samgönguáætlun, því þá skila skýrslu umhverfismat varðandi framkvæmdirnar í áætlunni. Þá kemur fram í textanum að þurfa ekki að skila sérstakri skýrslu því að skýrslan frá árinu 2023 sem fylgdi samgönguáætlun þá, 2023, hún tekur á öllum þessum framkvæmdum sem eru í samgönguáætlun sem eru lagðar fram núna, fyrir utan kannski Fjarðargöng sem nýtt. Þannig að það var ekki talið tilefni til að leggja fram nýja skýrslu varðandi umhverfismat og þegar þú horfir á verkefnin, jú, þetta megnin til sömu verkefnin, hins vegar eru þau kannski örlítið færri og það verið að færa þau aftar á framkvæmdalistan og það allar vélarnar sem á að ræsa. Þetta rauninni bara út af því að það var ekki búið að framkvæma neitt síðan á þessum tíma. En ef fólk viðganga eitthvað umræðinni eitthvað samgönguáætlun og út af því ég var svona meira að svara þessu almennt út í og spurður út í svona störf þingsins og hvernig andinn á þinginu og svona vinnuvarandi mál. Þetta var svona alveg líka varandi vorið að þó það var alveg tími í allir þessu veiðigjaldumræðu og svo framvegis að taka önnur mál líka þá finnum maður það bara svona að það vont í þingsköpum Íslendinga sem ekki á hinum Norðurlöndunum. Á Norðurlöndunum þá er meiri svona stundarskrá utan dagskrána. Þannig að það bara ákveðið á haustönn verið fjallað þessi mál og þau fá ákveðin tíma í dagskráni, meira og minni hluti bara upplýstur það, þeim úthlutað ákveðin ræðutími og við erum að tala um að þessi ræðutími kannski innan við 2 klukkustundir sko. Og það er ekki lýðræðis, það er ekki verið að brjóta lýðræðislegur réttindum fólks á Norðurlöndunum. Þetta er bara samkomulag. Svo okkar kerfið sér þannig að stjórnarandstaðan hafi verið vel að tæki til þess að koma í veg fyrir það að ríkisstjórnin nái málum fram, jafnvel málum sem mikill meirihluti þingheims sammála. Þannig að bara til þess að geta hýjað ykkur og sagt að þið náðu engu í gegn. Já, ég meina, við erum alltaf að byrja, ég hugsa nú ákveðna fjölmiðlahluti sem var í gangi bara núna helgina og svo sem orð sem hafa fallið fyrir í dag varandi það að ríkisstjórnin sé að gefast upp á öllum hinum málum sem ekki verið að taka til afgreiðslu. Ég meina, það vita það held ég allir landsmenn að ríkisstjórnin gæti afgreitt fleiri mál og væri mjög til í það. Það var lausu þingið. Nei, ekki lausu þingið, en það þarf bara, þingið þarf að virka, það er gott samtal og ég ætla, ég er ekki að reyna að hleypa einhverju í háa lofti, ég bara bregðast þessari spurningu að þá vil ég taka það fram að störfin hafa gengið vel í haust. Ríkisstjórnin tók til sín athugasemdir frá síðasta vori. Ný ríkisstjórn mætti mjög bröttilegs með mjög metnaðarfulla þingmálaskrá út í það einmitt, langaði bara að hrinda mörgum málum í gegn. Það mætti mikil andstöðu. Við mættum með öðruvísi leikplan varandi haustið að virðingu við þingið, við nefndastarf, við minnihluta, að vera með færri mál en bara vera búin að forgangsraða málum sem við teljum að sé raunhæft að klára á þingveldinum og ég held að það hafi verið undirliggjandi forseta þess að það hefur gengið. Áður en Ólafur fara orðið, þá er bara að benda á eitt fyrir það sem er að hlusta. Að þetta eru þingflokksformenn sem eru alltaf að semja hvernig eigi að afgreiða mál. Þannig það má alveg heyra svolítið tipl í kringum jarðsprenggjur hérna. Það er að fólk er vant að vera að semja þetta og þess vegna er þessi stundum að maður heyri svona skringilega valin orð sem er. Já, bara að því að við vorum að ræða meðal sem fundarstjórn á hann, en auðvitað er það þannig að ríkisstjórnin kemur með mál til þingsins, síðan er það þingið sem tekur við þeim og það er rauninni þingið sem setur lögin og þau eru rauninni bara höndum ráðherrans. Þannig að það eru þingmenni sem semja þetta og þess vegna erum við í þessu eilífa samtali og það verður að segja það, við erum öll sammála það að þingið gæti verið effektífara heldur en það er í dag. Það gæti verið, við gætum verið árangursríkar í því sem við erum að gera. En sko nú er þetta fyrirkomulag býður ekki upp á. Eini staður sem við höfum til að gera einhverja athugasemdir eða ná eyrum, það er í punktunni. Við náum ekki að semja á neinum tímapunkti neitt annað. Ekki á sem fundum þingflokksformanna. Nei, ég er að menna hvernig við erum að hafa aðkomuna því. Við hefum líka aðkomi í nefndunum og... Já, við eigum að gera það og það hefur gengið betur núna haustönn. En svo þú nefndi með fundarstjórnuna. Stórhluta því sem að snera fundarstjórn var þá yfirleitt að vera að kvarta yfir einhverju, til dæmis að fá ekki að taka á móti gestum í nefnd. Og þetta var mismunandi milli nefnda. Ég nefndi til dæmis í umhverfis- og samgöngunefnd. Það skiptir máli hverju stýra. Og þar var bara aldrei skugga á. Við leystum bara ágreiningin að nefndarinnar punktur. En við erum líka með þá formann sem er sveigjanlegur og er tilbúin að taka tillit til þess sem að stjórnarandstaðan er að biðja um. Af því hann metur auðvitað svo. Það er í hag fyrir lagasetninguna að við séum að svara öllum spurningum. Sem er ekki atvinnuveganefnd eða hvað? Já, atvinnuveganefnd gekk allavega að vera eiga við þessi mál. Það voru mjög margar athugasemdir gerðar við nefndarstjórnuna þar og reyndar í fleiri nefndum.
og það stendur ekkert á stjórnarandstöðunni að taka þetta samtal hvernig við getum breytt starfsháttum þingsins, en lykilatriði það að þingi verður að virka. Það er lykilatriði. Mér langar einmitt að taka undir þetta og þú veist, það er alveg rétt, ríkisstjórnin mætti bröttileiks, fersk og vildi láta verkin tala, var hins vegar ekki alveg búin að átta sig á gangi þingsins, því það er alveg viss gangur í þessu. Þú leggur eins og ég sagði án yfirleitt mál fram til samráðsgáttar. Hún fær tíma þar, 2-4 vikur, svo tekur í rauninni ráðuneyti við málinu, gerir jafnvel breytingar á því, tekur tillit til athugasemda og leggur fram máli og ráðherra mæli fyrir málinu á þinginu. Þá er þetta komið yfir til nefndar og þá eru mál sett í umsagnarferli og venjubundin tími er í kringu 2 vikur, svo umsagnar aðilar rauninni hafi tækifæri til þess að bregðast við. Í stórum málum er þetta jafnvel lengri tími. Og ég myndi reikna með því að núna þegar samgönguáætlun fer fyrir, að því hún fór ekki samráðsgátt og hún fengi þá að lágmarki 4 vikur í samráðsferli, þannig að sveitarfélög hefðu tíma sem sum funda bara einu sinni í mánuði til þess að bregðast við. Þú ekki Norðausturkjördæmi, má ég aðeins spyrja, hvort viltu Fljótagöng eða Fjarðarheiðargöng? Ég vil hvort tvekja og ég held að sé að þetta gera sko í rauninni. Þú ekki segja bæði á undan. Nei, vegna að ég sjálf bara á síðasta kjörtímabili og ástæðan fyrir því að hér að það var að tala um að það ekki verið neitt borað, við vorum að vinna að því að undirbúa göng og setja fjármunn í því og ég var ein af þeim sem að barði sko helst fyrir því að bæta auknum fjármunnum inn í Fljótagöngin undirbúningin svo að þau væru tilbúin fyrr sem þurfti einmitt í desember fyrir minni mig 1 ár síðan rúmi. Þannig að einu göngin sem eru tilbúin til útboðs og ef við ætlum raunverulega að rjúfa kyrrstöðuna, raunverulega þá eigum að fara í útboð Fjarðarheiðargöngum, við eigum að stofna þetta innviðafélag, setja fjármuni þar inn og þá er vel hægt að halda áfram undirbúning Fljótaganga og fara í útboð þar. Þannig að það er hægt að gera hvort tveggja og ég er þar. En varðandi gang þingsins og varðandi að því hér er verið að vísa líka í Norðurlöndin, að þá er líka mikilvægt að hafa það í huga að jú, það er skipulögð ykkur dagskrá. En það sem gerist á undan, Guðmundur Ari nefndi það ekki. Það er oft þannig á Norðurlöndunum að stjórn og stjórnarandstaða setjast niður, fara yfir málin, stjórnarandstaðan getur þá komið með ábendingar og athugasemdir varðandi hvaða mál þau hafa áhyggjur af, þeim er stundum frestað. Þau hafa líka þannig að ef að í rauninni það hefur ekki farið fyrir samráðsgátt eða vantar áhrifamat, eins og til dæmis í veiðigjaldinu, þá er hægt að vísa því aftur tilbaka í ráðuneytið og óska eftir frekari vinnu. Það er alls konar í rauninni verkfæri sem stjórnarandstaðan hefur á Norðurlöndunum sem við höfum ekki hér. Þannig að ef það á að breyta þessu, og ég fagna því ef það á að gera það og ég held að vera skynsamlegt. Eitt sem myndi bæta svipin líka er að við á Norðurlöndunum er þannig að stjórnarandstaðan kemur með talsmenn í viðkomandi málum, þannig að maður þarf ekki að vera að hlusta á allan þingflokk, Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Þú átt einmitt að leggja rækt í það. Ég held að það er gott að ég myndi að hlusta þær að þér. En það er samt þannig í vissum málum. Það er náttúrulega bara þannig að það hafi ekki allir sama vit á öllum hlutum, sko. Alls ekki. Það væri betra að fólk myndi svona setja sig gaumgæfilega inn í mál. Það myndi bæta ræðunar. Samt sem áður verður fólk að líka geta lesið lögin. Þannig að það er ekki skynsamlegt að vera með einhverja algjöra sérfræðinga. Þetta þarf að vera mannamáli. En líka... Ég er ekki að tala um sérfræðinga. En Gunnar Smári, bara það er samt þannig... Sérfræðingur til því hvað var líf og lífsölu. Ég er sérfræðingur í því. Í vissum umræðum, þá er samið um umræði, það er samið um tíma og það eru vissi talsmenn. Það er alveg þannig. En síðan er það líka þannig í vissum málum að þá fara oft nefndarmenn hvers flokks í umræðina. Það er þannig. Þú ert hinum með hérna Fljótagöngin, hérna hvort má bjóða þér Fljótagöng eða Fjarðarheiðargöng fyrst? Fyrst. Sko, ég er nú á því, ef ég á velja með þessar tveggja, þá vil ég nú nefna það að Fjarðarheiðargöngin eru auðvitað komin á þann stað, það er búið að greiða það. Þannig að ég skil vel að Austfirðingar séu óánægðir með það. Þetta hljómar svolítið eins og hann að ræsum vélarnar að þið séu að slökkva þeim, sko. Að því það er ein göng sem er tilbúin þar sem við getum bara að byrjað, en þið ákveðu bara að setja hvað heitir það svona segl yfir vélina og bíða í allavega 1,5 ár, jafnvel 2, 3. Já, nú hefur innviðaráðherra kynnt þessa samgönguáætlun, hún fer núna til þingsins og hún byggir á því að þegar búið að liggja yfir þessum valkostum að það sé með þessari breyttu forgangsröðun er hægt að ráðast í fleiri framkvæmdir strax. Við erum með innviðaskuld út all land upp á 100 milljarða og með þessari forgangsröðun ert að fara í, þú ert að tryggja hringtengingu Austurlands, þú ert að rjúfa vetrar einangrun Seyðisfjarðar, þú ert að stytta leiðina frá Seyðisfirði á sjúkrahúsið 60 kílómetra og líka tengja Seyðisfjörð við stærsta atvinnusvæði Austurlands sem er Fjarðabyggð. Þegar Fjarðarheiðargöngin voru kynnt upprunalega þá var þau kynnt alltaf í samhengi við Fjarðargöngin. En það var röng ákvörðun að hafa þau fremst.
Það allavega þannig að það held ég að mínum mati, það blasir allavega þannig við mér að það ástæða af hverju það ekki búið að vera boruð göng í 5 ár. Það ástæða af hverju það hefur ekki lögð fram önnur fjármögnuð fjárhagsáætlun fyrir samgönguáætlun og með þessu hægt að fara í Fjarðargöngin, það hægt að fara í Fljótagöngin, það hægt að fara í Súðavíkurgöngin, þetta allt nauðsynlegar framkvæmdir, samhliða öðrum eins og til dæmis að laga veginn við Öxi, fara í Hringtorgið inn á Egilsstöðum, fara í hafnarframkvæmdir á Austurlandi. Það bara þannig, ef þú ert komið svona uppsafnaða viðhaldsskuld, það búið að bíða svona lengi með framkvæmd út all land, þá erfitt að fara í svona risavaxna framkvæmd í fyrsta skrefi, þá skynsamlegra að brjóta framkvæmdirnar upp, byrja á Fljótagöngunum, Fjarðargöngunum, Súðavíkurgöngunum og fara samhliða aðrar samgöngubætur. Þá að ná markmiðunum fyrir sömu fjárhæð á styttri tíma og þegar vera að bera saman óskalista síðustu ríkisstjórnar sem var ekki fjármagnaður við þessa samgönguáætlun, þá það ósanngjarn samanburður að því leyti að af hverju var ekki farið í framkvæmdirnar, af hverju var ekki lögð fram önnur fjármögnuð samgönguáætlun. Það var út af því að það var erfitt að láta dæmið ganga upp á þess að allir fjármunir færi þessa einu framkvæmd. En ein rödd sem að heyrist það aldrei að marka ríkið með sameinuð sveitafélög á Austurlandi. Bara það sem að grundvallaratriði var það Fjarðarheiðargöngur lögð. Og þá réttur upp hönd maður á Kjalarnesi sem byrju við sameinust Reykjavík því að þeir lögðu okkur Sundabraut. Það bara aldrei að marka ríkið. Þetta ekki eitthvað svona verðmæti sem við ættum að fara varlega með að vera svona taka ákvarðanir hinga og þanga þannig að þetta stóla á ríkið? Jú, það skiptur gríðarlega miklu máli að stjórnmálamenn standi það sem segist að gera og leggi líka ekki fram áætlun sem þið get ekki staðið við. Samgönguáætlun lögð fram til 5 ára og hún að renna út núna áramótin. Við erum að leggja fram samgönguáætlun, síðast ríkisstjórn lagði fram samgönguáætlun 2023 sem fekk ekki samþykki í gegnum þingið og fjármögnun. Og það ástæða fyrir því að það var ekki stuðningur varandi það upplegg sem var þar innan þeirra ríkisstjórnar. Núverandi ríkisstjórn búin að líta yfir þessar áætlanir og telur þetta að vera skynsamlegust tilhögun, eða ráðherrann telur þetta skynsamlegust tilhöguna. Núna vonandi sem fyrst, fljótlega þá eftir áramótið eða fyrir jól eftir hvernig bara samtölin fara áfram varandi samgönguáætlunina og tími líður, ég gerir mig grein fyrir því. Þá fær Ólafur Adolfsson og félagar hans í umhverfis- og samgöngunefnd samgönguáætlun og munu fá fjöldamargar umsannir, þeir munu fá gríðarlegt magn af upplýsingum frá sérfræðingum, frá hagaðilum og ég vil taka það fram þó ég sé að útskýra svona rökin á bak við þessa samgönguáætlun sem að samgönguráðherra leggja fram. Þá sjálfsögðu skil ég vonbrigði þess fólks sem að gerði ráð fyrir því að það væri næst í röðinni. Það bara mjög eðlilegt. En það hlutverk ráðherrans og núna þingsins að líta yfir þessa áætlun og taka upplýsta og vel rökstudda ákvörðun í vonandi sem fyrst og í vor. Við fengum þetta bara 2 valkosti að velja melli. Við erum eftir að taka þessu umræðu í þinginu. Ég gerir ráð fyrir að hann væri sammála ráðherrann að taka Fljótagöngum. En nú þessu fundi lokið. Þið settum marathon met og það orðið svo heilt í stúdíónu að við erum svo fátæk sjónvarpsstöð, við erum ekki almennilega efni á almennilegri loftræstingu, en við byrst afsökur á því. Guðmundur Ari, Ingibjörg og Ólafur, takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Takk. Og við sýtum hérna fram bræðinir. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Móður ást, sólmánuður eftir verðlaunahöfundinn Kristínu Ómarsdóttur seiðmögnuð saga sem hittir í hjartastað. Forlagið Fiskislóð. Loftslagsvísir Hellnaskers sýnir að losunarfrekustu fyrirtæki Íslands losuðu yfir 4,7 milljón tonn af koltvísýringi árið 2024 og heildarlosun jókst 9%. Með þessu viljum við minna á ábyrgð og gagnsæi. Gleðileg jól með von minni losun á komandi ári. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Staðreyndirnar eftir Hauk Má Helgason glettin og graf alvarleg saga vélrænt vit og uppgjör við fortíðina. Forlagið Fiskislóð.
Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.